Þannig að nú ætla ég að taka þetta af, hreinsa míkrafonin, tökum enga sénsa hér í Smárakirkju. Halleluja. Við náttúrulega kostum kveðju hérna áframhaldandi til ykkar sem heima eruð að hlusta. Og við sem að erum hér örfá í salnum, við erum í bæn fyrir ykkur, við treystum því að Guð sé að vinna og starfa. Jafnvel í þessu mikla COVID-fári sem í gangi, þá treystum við að Guð verndi hann vinni og við sigrum þetta að lokum. Við gerum það. Við gerum það. Sibba myndist aðeins á það í byrjun, eftir fyrsta lagi, þá var hann að tala þetta að bíða og vona á Drottinn og það nú þannig í lífinu að við erum ofta að bíða eftir einhverju. Við bíðum eftir jólunum, sumrinu, sumarfríinu. Eftir kvöldi í kvöld þurfum við ekki að bíða lengur að Ísland vinni Dani í fótbolta. Því við ætlum bara að gera það. Við ætlum bara að segja þá. Sorry, Danir. En hvað, elsku vinir, þegar við erum að bíða eftir einhverju sem kannski miklu starra og meira og dýpra heldur en þetta sem við erum að bíða eftir svona dagsdaglega, bíða eftir strætó, bíða eftir grænu ljósi og eitthvað svona. Við erum að bíða eftir einhverju sem er djúpt innra með okkur og er djúpt þrá, löngun, jafnvel búið að vera bænarefni í langan tíma. En það dregst á langinn. Hvað gerum við þá? Mér langar til þess að við skoðum bara núna í örstutta stund svolítið í náttúrunni sem við getum lært af hvernig við getum og þurfum að bregðast við þegar við þurfum að bíða á þennan háttinn. Og þetta er ekki dæmisaga, en við getum lært af því. Þetta getur verið dæmi fyrir okkur að læra af hvernig náttúran hegðar sér í ákveðnu tilfelli. Alveg stórkostlegt dæmi faktist. Og það er kínverski bambusviðurinn. Kínverska bambustréð. Hvað er svona merkilegt við það? Það sýnir okkur, bara með því að fylgjast með lífslaupi kínverska bambustréðsins, bambusviðarins, getum við lært hvað þolinmæði þýðir, hvað við þurfum að ganga í gegnum og hugsum og hafa í huga þegar við erum að keppa eftir þroska og vext í okkar lífi, ná markmiði. Hver vil ekki ná markmiði? Við erum öll með eitthvað mismunandi markmið. Sum eru mjög stór, sum eru meðalstór, sum eru smá. Já, en öll okkar eigum við einhver stór markmið. Sumir vilja vera betri menn. Sumir vilja ná að stofna fyrirtæki. Sumir vilja ná að ala börnin sín vel upp. Háleit, falleg, góð markmið. Og það er þetta með þennan mannlega möguleika. Það er að segja anda mannsins, þennan möguleika að rísa hátt. Við myndumst á það áðan líka hvernig hann hjálpar okkur að svífa upp sem örninn. Örninn svífur alveg svaðalega hátt. Ég held ég hafi nefnt þetta eitthvað, en ég ætla bara að nefna aftur sem dæmi að það kom, mér minnir að hafa verið American Airlines flugstjóri tilkynnti þegar hann var að fljúga yfir Klettafjöllin í Bandaríkjunum að það kom lax í gluggann á vélni í 30.000 fötum. Þetta er skjalfest hjá flugfélaginu, hjá yfirvöldum. Lax skall í framrúðu flugvélarinnar í 30.000 fötum. Eina skýringi sem þeir hafa er að örninn hafi verið þarna uppi með hann í klónum og sleftólum. Það er eina skýringin. Því við vitum það rignir ekki lögsum. Ekki svona dagsdaglega allavega. Það gerir ekki. Og þarna hjálpar hann okkur að rísa hátt. Lítum þá á kínverska bambustréð. Eins og allar aðra plöntur, þá þarf kínverska bambustréð
jarðveg. Og það þarf að vera góður jarðvegur, það þarf að vera jarðvegur sem gott fyrir lítið sáðkorn að fara í og litla plöntu og vaxa og dafna. Þannig að það þarf vökvun, það þarf sólskin, það er bara eins og allar aðrar plöntur. Þannig að sá sem ræktar bambustréð, bambusviðin, hann plantar og síðan byrjar hann að sá í þessu ábyrgð, passa það sé alltaf raki, passa það sé alltaf ljós, þið þekkið þetta. Það er alveg saman hvað rækta, þetta það sem þarf. Á fyrsta ári gerist ekkert, bara ekkert. Það er bara svo bara mold og þú bara að vökva og dreifa áburðu í þetta og passa sólarljósið. Og viti menn, annað árið gerist ekkert. Það bara gerist ekkert. Það er alveg eins og það þegar hún setti þetta fyrst niður, alveg eins og þetta fyrsta árið, það komið 2 ár og það er ekkert að gerast sem sjáanlegt er. Og svo loksins á 3. ári gerist ekkert. Ekkert heldur. Ár 1, ár 2, ár 3. Það sést ekki einu sinni í grænan sprota upp úr jörðina á þessu blessuðu tré. Hversu margir, ef að bóndinn vissi ekki, væru löngu búin að gefast upp. Það þýðir ekkert að vera að sá í þessa jörð. Þetta gefur engan ávöxt þessi jörð. Og 4. árið. Ekkert. 4 ár og það er búið að vökva það reglulega, það er búið að dreifa því áburð reglulega, það er búið að gæta þessi sólarljós á því reglulega, jarðvegurinn er góður, hann er rakur, hann er tilbúinn, en ekkert er að gerast fyrr en á 5. ári og þá gerist kraftaverk. Og veitu hvað gerist á 5. ári hjá kínverska bambus? Þá allt í einu poppar hann upp úr jörðinni og á 6 mánuðum fer hann í 24 til 5 metra hæð. Þetta er tréð. Á 6 mánuðum, sem sagt á 5. ári, þá tekur það með 6 mánuðir að poppa upp úr jörðinni allt í einu og svo skýst það bara upp í loftið fyrir 24 til 25 metra hæð á 6 mánuðum, hálfa ári. Svo hvað er í gangi? Lá bara tréð í dvala í 4 ár og til að vaxa svo með veldisraða? Eða hvað var að gerast? Eða var það þannig að rótarkerfi plöntunar var á fullu að undirbúa að gera klárt ofan í jörðinni til þess að geta tekið á móti vextinu sem síðar myndi koma, til að halda, til að næra. Þið veitum hvernig rótarkerfi virkar. Það þarf að dreifa úr sér, það þarf að halda plöntunni niður í fyrsta lagi. Þegar hún skýst upp í 25 metra hæð á 6 mánuðum, þá þarf að halda henni, sjáðu. Það þarf ekki að vera bara, já það er engin rót af því að það var ekki tími til þess og svo bara dingla tréð og dettur niður. Það þarf að halda þessu stofni uppi og ræturnar sem eru búin að vaxa núna á 5. ár gera það. Ekki bara það. Þær eru búin að ná sér, dreifa sér um allt og ná í rakan úr jarðveginum og næringuna til þess að næra og þennan mikla vöxt sem allt í hennu poppar upp úr jörðinni. Þetta er satt. Það er erfitt að trúa þess að til svona planta sem gerir þetta svona. Ég sé bara eins gott að Havaðirós mín gerir þetta ekki svona. Bara upp úr loftinu. Ég myndi ekki bjóða því það. Hún er að vera út í greið. Falleg tré, falleg planta. Það er önnur saga. Hvað er það sem við getum lært fyrir okkar líf af þessari merkilegu plöntu? Þegar þú og ég erum að keppa þessu markmið okkar sem virðist ekkert láta á sig kræla, þá er alveg óhemju mikilvægt að sýna þolinmæði. Þolinmæði. Við þurfum kannski ekki að segja það að plantan, hún er örugglega ekki þarna, ég vil bara vera þolinmóð. Plantan er ekki að hugsa það, en bóndinn sem er rækta, svo sannarlega er að hugsa það. Ég þarf að trúa því að þessi planta vaxi upp. Ég sé ekki neitt.
Og þetta sannleikurinn innan með þér og mér líka þegar við erum að treysta fyrir þessum stóru hlutum í lífinu. Lengi vel sjáum við kannski ekki neitt. Og það sem sorglega þá gefast flestir upp. Bóndi sem ekki vissi nákvæmlega hvað var að gerast ofan í jörðinni fyrsta árið, hann myndi afskrifa þetta eftir fyrsta ár. Annað og þriðja ár, garantera. Fjórða ár, hann var bara farinn. Margir fara burt frá þeim draumi, burt frá lífinu, burt frá bæninni sem þau eru að treysta Guði fyrir innan með sér áður hún kemur. Bara svo héldu ekkert væri að gerast. En á meðan Guð að vinna innan með þér, alveg eins og hann var að vinna ofan í jörðinni með plöntuna. Það þarf sterkt rótarkerfi til þess að halda góðu tré á lofti. Við þekkjum annað dæmi svona úr náttúrunni. Það grasmaðkurinn í púpunni. Grasmaðkurinn umvafinn í púpu, vefur reyndar sjálfur utan þessu púpuna og síðan berst hann þar og breytist í fiðrildi. Eitthvað fallegt sem flýgur í burtu. Ef hann dettur úr púpunni niður á jörðina, þá á hann enga von. Hann mun ekki lifa það nema bara á jörðinni. Og allt og mörg okkar skríðum á jörðinni í staðan fyrir að rísa upp og láta drauman okkar rætast. Að því við gefumst upp. Lærdómurinn sem þú og ég drögum af þessu merkilegu hlutum í náttúrunni einmitt þetta. Að þú og ég höfum möguleika þó við sjáum ekki neitt. Þetta snýst það. Hvað gerur þegar mótlæti kemur? Þú áttir draum. Þú ert búin að biðja Guð ákveðin hlut. Þú ert að treysta fyrir ákveðin hlut í lífiðinu. Draumurinn getur snert þig bara sem einstakling, getur snert fjölskylduna þína, viðskiptalífið þitt, hvað sem námið þitt, framtíðina þína, breytir engu hvað þú átt hann og í langan tíma gerist ekkert. Hvað gerur? Hvað gerur þegar allt virðist fara á móti, þvert á móti því sem þú ert að treysta fyrir? Þannig að maður ræðum daginn við Sigurbjörg, vorum að tala það, við getum ekki stjórnað öllu því sem verður á vegi okkar og sem gerist í líf okkar. Við getum það ekki. Við getum eins og algjörlega stjórnað því hvernig við bregðumst við því sem verður á vegi okkar og því sem gerist. Hvernig tökum við á þessu sem var sagt við okkur? Hvernig tökum við á mótstöðunni sem kemur á mót okkur? Hvernig höndlum við það og hvernig hugsum við? En svo góður maður sagði, þú getur ekki, ég var að segja ykkur, í morgun heyrðum við 2 svona skelli á eldhúsglugganum hjá okkur. Hvað var það? Það voru 2, ég ætla að segja litlir þrestir, en það voru 2 bólgnir þrestir. Stór, af því það tré með fullt af fínum berjum í garðinum, 2 og fleiri en 1, fleiri en 2 og fleiri 3. Og þeir eru að éta og þeir eru farin að gerjast, svo þeir eru svolítið svona tipsy. Þeir eru pínlítið tipsy og þeir ráða ekki alveg við flugið sitt. Ég ekki að grínast. Og þeir bara skella í gluggan hjá okkur. Og þeir eru útbólnir að þeir eru búin að éta svo mikið. Þeir kunna sér ekkert hóf. Skemmtilegt. Það ekkert ástæðulega heldur að vera heima með kaffibólla í eldhúsinu og horfa á það og éta og reyna svo að fljúga. Ég hélt að þeir væru konur í tilhugalífið daginn. Það var einn á vappi, það hafði rignt og það voru svona ormar og kom upp úr til þess að drukkna ekki í jörðinu og hann var að tína þá til og allt í hennu tók, hver sem hann beygði sig niður og reis upp, þá tók hann alltaf tók hann svona snúning, stélið út í loftið og vængirnir út í loftið. Það ekki tími núna til að maka sig. Þetta bara ekki tíminn sem þeir eru þessu. Þá fattaði ég alltaf, hann bara svolítið tipsy. Hann réði ekkert við að reisa sig svona snögglu upp. Þetta eru þröstirnir okkar. Þeir elska berin og ég elska að horfa á og éta berin. Þetta dásamlegt að fylgjast með náttúrunni hvernig hún
En ég ætla að öll þessi saga, vegna þess að þetta var nú bara að gerast í morgun, öll þessi saga bara til að láta ykkur vita það að þegar þessi sami fugl flýgur yfir höfuðið á mér, get ég ekkert stjórnað því. En ég get hins vegar algjörlega ráðið því hvort ég leyfi honum setjast að og hvort við erum að verpa eggjum. Sjáðu, í gegnum hug okkar fer alls konar dót. Það er bara spurningin, hverju leyfir þú að stoppa og staldra við, verða að hugar fóstri og taka yfir lífið þitt. Þar stjórnar þú og engin annar. En þar erum við oft veik fyrir. Við erum oft veik fyrir, vegna þess að með sögum okkar þá bara eru svona sjálfsmeðumkunar partí eru bara eitt af skemmtilegsta sem við förum í. Virðist vera allavega. Ég á bágt, ég á erfitt og svo bara grátum við yfir sjálfum okkur og hvað við höfum erfitt og bátt því það er alltaf að koma mót okkur. Elsku vinur, ég skil það vegna sem ég hef verið þar. Einu sinni held ég nei. En þar er ekki hægt að dvelja. Við getum ekki sagt, já það er allt á móti mér núna og það er ekkert að gerast, draumurum minn er svo fjarlægur. Nei, það sem er að gerast er bara það sama og fyrstu 4 árin hjá kínverska bambusviðnum. Það er ekkert sem þú sérð en það er fullt að gerast oní. Og þetta oní er innra með þér. Þetta oní í jörðinni þegar rótarkerfi er að verða til að skjóta upp vexti, það er það sem gerist innra með þér í lífinu. Hvernig þú leyfir góðum hlutum að gerast innra með þér, þó að þú getur ekki sagt að það er alveg óbúslega margt gott að gerast hérna uppi við, nei, það getur vel að það sé bara alls ekki rosalega mikið gott sem þú sér. En þá þarf þú að leyfa þessu góða að gerast hér. Þannig að þegar rótarkerfið þitt er tilbúið, þá sprettur fram tré fullvaxið á örskotshraða 6 mánuði upp í 25 metra hæð og þú farð að njóta. Elsku vinur, þetta er náttúran og hún er að kenna okkur hvernig við þurfum að lifa. Sjáðu litla barnið sem er að læra að ganga. Lítið barn, það skilur ekki einu sinni orðið, það skilur ekkert mælt mál, þannig að skilur, heyrðu, drengur, gangtu. Nei, en áður en nokkur segir nokkuð við það og þá veruna, þá eru þeir fann að reyna að brölta á fætur. Og þau gera allt sem geta til þess að ganga og rísa á fætur. Þau sjá aðra að gera það. Og ef við varum bara að hugsa það, ég er svo hrættur þegar hann fer að ganga, hann dettur á borðið og hann dettur á hitt og hann meði sig, þess vegna ætla ég bara að binda núna í vögguna. Og aldrei leyfa honum að ganga. Er lífið svona? Nei. Þú ríst upp, þú dettur, þú ríst upp, þú dettur, þú ríst upp, þú dettur, þú ríst upp, og þú dettur, það breytir engu hversu oft þú dettur, hversu marga skurði. Ég man eftir Steingrím í vinnu mínum í Vestmannum, hann sagði ég er búin að eiga mörg börn Halldór og það var bara reglulega var ég upp á slysadeildinni. Bara reglulega var ég á slysadeildinni. Þau gátu ekki gert neitt nema eitthvað að reka sig og kom blóðaskurður. Hætti ekki maður bara að eiga börn eftir fyrsta börnið? Nei. Þetta er lífið. Og lífið er svona fyrir þig og mig. Þegar við og okkar draumar, við viljum að rætist, þá þýðir ekki fyrir okkur að gefast upp og gráta okkur í hel. Ég er ekki að segja að við getum aldrei grátið, en við hættum ekki þar. Lykillinn að öllu þessu er trúin. Ef að bóndinn með bambuströð hefði ekki trúað því að þetta myndi gerast á 5. ári, þá myndi hann hafa hætt. Þegar þú trúir og veist að Guð er trúfastur og hann er góður og það sem hann hefur lofað, það mun hann framkvæma. Þá getur þú hvílt í því, þó að ekkert sé að gerast út af við, virðist vera að hann er að vinna innan með þér. Hann er að gera klárt í þínu lífi. Hann er að gera klárt í þínu lífi. Biðin er oft erfiðust þar. Þetta ykkur það. Biðin er stundum svo erfið að við erum til að fara að grafa fræið upp. Betur ekki að gerast hérna? Svo bara gröfum við upp moldina. Sér hvað, okkur er ekki að gerast í þessu blessa fræði sem ég setti þetta niður.
Leðu gerir það, þá drepur þú. Þetta planta upp á nýtt. Ekki taka upp. Halda fram að vökva, halda fram að rækta, halda fram að bera ábyrgðin á, halda fram að sá, halda fram að trúa. Að einn daginn, þá vex. Einn daginn, þá vex. Eitt viðbót áður ég les hérna 2 ritningavers. Sæðið eða útsæðið skiptir máli. Og þú ætlar að rækta bambustré, setur ekki niður gulrótafræ. Ertu með? Veldu sáðkornið þitt vandlega. Veldu það sáðkorn sem þú veist að ber í sér þetta líf sem þú ert að ná eftir. Jesús sagði, og Biblían segir okkur aftur og aftur, að Guðs heilaga orð er lifandi orð. Kröftugt og máttugt, það er líf í því. Það er Guðs orð ber með sér, innra með sér eigið DNA. Veldu sáðkornið þitt vandlega til að fá þann vöxt, það líf og þann ávöxt sem þú ert að keppa að. Veistu hvað? Þetta getur verið erfitt að hlusta á þetta. Þetta getur hreinlega þýtt að þú þarft að bara draga úr samskipti við ákveðna aðila sem alltaf að sá okkur öðru sákornin í lífi heldur þú vilt. Má ég segja þetta? Má ég það? Já. Það er bara, þú veist hvernig það er í lífinu. Ég er ekki að tala um að vera hægt að elska fólk. Ég er bara að tala um það þegar fólk er stöðulega að hjálpa þér að rífa upp sákorninu þínu eigin hjarta og rífa það upp fyrir þig ef þú gerir það ekki sjálfur. Er að sá eitri í stað fyrir áburði til að drepa sáðkornið, verndaðu það. Ég alveg talað, verndaðu það. Þú getur náð þessum vexti sem bambustríðið hefur. Þú getur náð þessum ávexti. Jafnvel þó að taki nokkur ár. Hjá sumum okkar virðist þetta taka áratugi. Af sumt það sem við erum að treysta Guði fyrir. Bara virðist ekki gerast, en það er eitthvað að gerast í jarðveginum sem er hjartað. Hlustið á þetta. Þegar Jesús segir þetta í Markús 4:26-29. Þá sagði hann, Jesús, svo er Guðs ríkið sem maður sáir sæði í jörð. Hann þarna undan nýbúinn að útskýra það að þessi jörð er hjarta okkar og sáðkornið er orð Guðs. Hann útskýra það í versunum öllum undan. En Guðs ríkið virkar þannig. Takt eftir, Guðs ríkið. Ekki bara svona ferðaði að fá drauminn þinn. Nei, svona ferðaði að fá Guðs ríkið innra með þér með öllu því sem það er til í góðum ávexti. Guðs ríkið þannig að maður sáir sæði í jörð. Alveg eins og bóndinn sáir sáðkorni fyrir kínverska bambusvið. Hvað gerir hann síðan? Hann sefur og vakir nætur og daga. Með öðrum orðum, það er gert ráð fyrir því að það taki tíma. Það er ekki gert ráð fyrir því. Við erum hins vegar í vandræðum með þetta vegna sem við erum svo mikið instant fólk. Við erum svona instant kynslóð, við erum svona instant þjóðfélag. Heyrðu, við viljum fá allt í gær. Þá bara gera strax og við höfum enga þolinmæði að bíða eftir þessu. Bara ekki nokkra. Og það er vandamál. Og sumt það besta í lífinu, það þarf að bíða. Sumt það besta þarf að tíma til þess að setja rótakerfi niður áður en það vex. En bóndinn hefur ekki áhyggjur af því. Hann vakir, hann sefur, nætur og daga. Og hvað er að gerast á meðan? Sæðið grær og vex og bóndinn veit ekkert hvernig. Hann veit ekkert hvað er að gerast, hvernig þetta gerist. Og það þýðir ekkert, hann er heldur ekki það forvitin hann grafaði upp til þess að opna þetta og gá hvað er að gerast. Því þá eyðileggur hann bara bíður rólegur. Hann veit að í sáðkorninni er DNA til að búa til þennan ávöxt, þessa plöntu. Sjálfkrafa.
Þetta lífið. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt. Fyrst stráið sem kemur upp, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu, en ávöxtinu fullþroska lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran komin. Uppskeran þín á leiðinni. Halda áfram að sá, halda áfram að hlúa að, breytir engu hvort þú farin að sjá í stráið eða ekki. Kannski stráið komið hjá þér. Vertu rólegur, leyfðu þig halda áfram að vaxa. Kannski axið komið. Kannski þetta orðið tilbúið til uppskeru. Þá tekur þú sigðina, sækir uppskeruna þína og það sem Guð lofaði og þú varst að treysta fyrir orðið að veruleika hjá þér. Þannig Guðs ríkið, sagði Jesús. Svona virkar Guðs ríkið. Jakob 1:2-4 álítið við það bræður mínir, eintómt gleðiefni þegar ratið ýmiss konar raunir. Eitthvað svona pirrandi orð. Lengi vel þá skildi ég þetta orð ekkert. Býtu, hvernig ósköpunum gat ég álítið það eitthvað gleðiefni að rata í raunir? En það þetta sem við erum að tala um. Meðan þetta sést ekki neitt, þá eru raunir sem koma. Því það reynt að stela þessu frá þér. Það reynt að fá þig til þess að bakka út, gefast upp og hætta við þetta allt saman. Raunirnar verka á trúarstaðfestu sem þolgæði. Þolgæði á síðan að birtast í fullkomnu verki. Til hvers? Til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yfir séu engu ábótum vanta. Það ekkert sem vantar upp á í lífið þínu. Þú ert með allt, hefur allt sem þú þarft og rúmlega það. Hamingjusamur, fullnaður, uppfylltur. En á leiðinni þangað eru raunir. Og þá þýðir ekkert að segja, ég nenni því ekki maður, þetta bara ef að Guð getur ekki gert það strax, þá nenni ég ekki að bíða eftir þessu sko. En þetta óþolinmæðin. Þú veist, enda ekki skrítið. Ég meina við erum fólki sem höfum alla tíma til að bíða eftir grænaljósinu á ljósunum. Þetta ekki maður lenda með hérna okkar einastu rauða ljósi hérna, hvað í gangi hérna? Þú veist, pirringur svo mikill og það munar alveg 30 sekúndum hvað var fljótar á staðinn. Þetta erum við. Vísdómur lífsins kjarni hins vegar þetta sem við erum búin að vera að skoða. Það góða tekur tíma. Sáðu því í hjartað þitt, hlúða hjartaðinu því þar eru uppsprettur lífsins, segir í orðskviðunum. Það eru uppsprettur lífsins streyma frá hjartaðinu. Þar rótarkerfið þitt að vaxa. Þangað til að einn daginn það poppar upp úr jörðinni. Þú sér það, aðrir sjá það og þú átt uppskeru. En þangað til þá gefumst við ekki upp. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við mögum læra á Guðs orði, læra frá náttúrunni sem þú hefur gert. Hvernig hluti virka, Drottinn minn, í lífinu. Og við viljum núna passa hjart okkar. Við viljum halda áfram að sá þessu góða sákorni í hjart okkar. Varðveita það og gæta því og fá þá uppsprettu sem við erum að treysta þér fyrir. Við erum öll sem hér eru minnið og allir sem eru að hlusta, við erum öll að treysta fyrir einhver í líf okkar. Og við felum það í þínar hendur og við biðjum þau styrk, kraft, trú og þolgæði til þess að láta ekki taka það frá okkur en sjá ávöxtinn koma og við þökkum þig fyrir. Takk Jesús. Og mér langar til þess að ávarpa ykkur sem eru heima að hlusta hefði viljið og hafið ekki kannski tekið það skref að afhenda ykkar líf til Guðs. Því að það eitthvað sem gott að gera og nauðsynlegt að gera. En þið hafa kannski hjarta, þið kannski trúið að hans til en þið hafa ekki beint svona kannski
gengist honum á hönd. Þá langar mig bara að bjóða ykkur að biðja eftir mér þessa bæn. Himneski Faðir, ég kem fram fyrir þig og ég játa að ég þarfnast þín og ég trúi að Kristur sé sá sem hann segist vera. Frelsari minn og drottinn. Og þess vegna meðteki lífið hans innra með mér. Þess að þú hreinsa mig af öllu ranglæti og reisi mig upp sem nýja manneskju sem fær að þekkja þig, kynnast þér betur, ganga með þér. Í Jesú nafni. Amen. Elsku vinir, þá bara næsta útsendingi okkur eftir sem við vitum. Það erfitt að plana nokkuð mikið núna þessa dagana, en eftir viku þá útsending og svo miðvikudeginum í það næstu viku þá líka fræðsla, það 21. Þá kemur seinni hlutin af fræðslunni hjá henni Sú sem að fá mjög góðar undirtektir. Hvetjum ykkur til að hlusta á það. Guð geymi ykkur, elsku vinir, varðveit ykkur og farið varlega í Jesú nafni.